Páll Jakob Líndal, umhverfissálfræðingur, við ætlum að halda áfram. Við ætlum að ræða núna Hafnatorgið og samstarfsaðilar okkar eru sem fyrr, Jysk og A4 og TM og San Pellegrino. Þú ætlar að leiða með þessi gegnum sögu Hafnatorgs, því að þetta er mjög umdeilt svæði í miðborginni. En byrjum aðeins á byrjunni bara. Já, þetta er nefnilega mjög áhugavert sko. Ef við förum bara, tengjum svolítið við síðasta þátt, að þá erum við árið 1786, þá erum við með aðalstrætið. Það er búið að innréttingarnar og stofnar hálfuröld eða 30 árum áður. Og svo er að losna þessum einokunarverslunina hjá Dönum. Og það sem það leiðir til er það að það fara að verslunarmenn fara að fá lóðir og geta farið að byggja upp business. Og þarna í kringum hafnasvæðið. Já, og þá náttúrulega er nærtækast að vera bara við sjóinn og við og við förum sko í rauninni til austurs þar sem að Hafnarstrætið verður til. Já. Þannig að menn fara að byggja við Hafnarstrætið, þannig að það fer að mótast ný gata sem heitir Hafnarstrætið sem liggur frá, þetta er ekki Hafnarstrætið á þeim tíma, en fer frá grófinni og yfir að Læknum sem Lækjagata heitir eftir. Og þetta er bara þetta byggist tiltölulega hratt, þannig að sko árið 1800 bara aldamótin 1800-1900 þá er búið að byggjast bara húsaröð sunnan við þessa götu. Þetta var stígur sem var þetta reipslagarabrautin. Já, sem að í rauninni er það sem Hafnarstrætið líka núna. Já, og þetta var sko því að það var kaðlaversmiða innréttingana, eða kaðlagerð innréttingana, hún var þarna miklu austar og það var þetta brautin þangað. Já. Og svo fekk þetta heitið Strandgata áður en það hét síðan seinna Hafnarstræti. En þetta þróast með þessum hætti. Og þannig eru menn bara að í nálægð við sjóinn og fara að reisa bryggjur og slíkt út í til að geta náttúrulega tekið við vörum og slíkt eitt. Og svona fyrir þá sem átt sig ekki á staðháttum þá er það sem tollhúsið er núna við Tryggvagötu, það er bara sjór. Það er bara sjór, við getum rauninni bara litið svo á að þú ert bara nýri, sko, ef þú hugsar húsin sunnan við Hafnarstræti og svo bara kemur gatan og svo ertu bara komin svo bara fjörubakkin hinum megin, sko. Þannig að þetta er alveg þarna, þetta er alveg onni í sjónum, sko. Svo bara kemur fjaran og bryggjurnar, þær er rauninni bara tengjast inn á rauninni bara það sem gatan er núna í sjálfu sér, sko. Og þetta voru bara svona einkaframtök þessara manna að byggja þessar bryggjur. Og byggðin er síðan og þarna er að verða, þetta er að byggja svo sem á öðrum stöðum, Austurstræti er að byggjast upp þarna í bakgarðinum og fleira. Þannig að sko ef við förum síðan 40 ár 40 árum lengra sem við komum til að 1876 þá er til svolítið skemmtilegt kort af Reykjavík á þeim tíma þar sem maður getur séð Aðalstrætið og maður getur séð Austurstrætið og svo Hafnarstrætið og hvernig byggðin svona er að mótast. Þarna er komin, menntaskóli í Reykjavík hefur þarna byggst og fleira, ég menna þarna Glasgow við Vesturgötu og svona. Þannig að við erum aðeins komin austur fyrir Læk, sem sagt við erum komin aðeins upp í hlíðarnar svona í áttina að Skólavörðunni. Já, við erum svona farin að teygja okkur aðeins þarna upp, ekkert mikið en svona svolítið, sko. Þannig að þetta er bara vaxandi bær. Já. Og atvinnulífið var fyrst og fremst þarna á þessu svæði. Já. Þetta byggðist upp í kringum atvinnulíf, náttúrulega sjósókn og síðan vöru innflutning. Já, og verslun. Já. En var fólk líka að byggja sér húsnæði á þessu svæði? Já, það er náttúrulega verið, það er náttúrulega bara allskins fólk sem er að reyna að koma sér fyrir, það eru tómthúsbyggðir og svoleiðis sem er að og menn er náttúrulega bara að reyna að finna sér einhverjar lausnir í lífinu og sjá sér farborða og slíkt, sko. Þannig að það er svona ýmislegt að gerast og byggðin er orðin nokkur milli Tjarnarinnar og Fjörunar. Hún er orðin nokkur á þessum tíma. Og þannig er henni Hafnarstrætið, þetta er mjög lifandi gata, og það er svona
mikið að vera, var lengi verið sko aðal Vestunargatan, svo færðist það yfir í Austurstræti og það varð svona, Hafnarstræti varð svona pínu, hvað ég segi, það var svona, það voru barir og knæpur og svona, og það varð svona dálítið shabby. Svona slarkara gata. Já, það var svona, það var ekki, og það var einhver frasi sem var einhvern veginn á það leið sko að nú væri hann dottinn í Hafnarstrætið eitthvað þannig, þegar þú varst komin á svona dálítið út á Fremstalhlun með hlutina sko. Já, og það var held ég einhvern tíma að tala svona strætisróna og Hafnarstrætisróna. Hafnarstrætisrónin og svo, þannig að það var svona, þetta var svona í kringum 1900 og svo vann gatan síst tilbaka bara á 20. öldinni og náði sínum vopnum alveg, en það sem áhugavert líka að það að byggja sem þetta verslunin þarna í austurenda Hafnarstræti, þannig að við erum í rauninni komin bara í nála við þar sem að Lækjartorg og þar að rísa, til dæmis verslun Thomsen og það, þau hús sem að tilheyra það eru aðrir sem að reistuðu þessi hús oft í mörgum tilvikum en þetta svona, þau eru þekkt undir Thomsen Magazine og svo Simpsons húsið og Simpsons verslunin sem að var þá nær Læknum, sem stela bara alveg út við það sem að Lækjargata núna og þetta voru svona í lok 19. aldar. Þetta ásíðan í enda Hafnarstrætis það sem að þú ert svona aðeins farin að færa þig inn í nær Geirsgötu, getur við sagt. Akkurat, þetta í rauninni sko, þetta svæðið þar sem að í rauninni bara, þú ert með Lækjartorg og svo ertu með, bara í rauninni, hvað þarna núna? Þetta Hafnarstræti 20 og svona þessar byggingar sko. Þetta ekki bara það sem Hafnartorgið Jú, í rauninni það sem það að byrja sko. Það sem að svona, það mætist þetta gamla og nýja sko. Einhvers staðar það sem pulsuvagnin og það svæði. Og í áttina að Arnarhóli frá pulsu, bærins best og svona, þetta svæði. Og þetta bara eins og þetta byggist hratt, ég meina í lok aldarinnar byggðin orðið talsveit mikil, við erum komið með sterka verslun þarna í Austurendanum, eins og ég sagði áðan og það komin sko árið 1884 þá byggir bæjarsjóður, hann byggir sem steinbryggjuna og það svona fyrsta opinbera framkvæmdin sem að bryggjuframkvæmdin sko og þetta var síðan svona móttökustöð, þetta var svona aðal móttakan þegar fólk bara að landi vissulega náttúrulega bryggjuhúsið líka sem við ræddum í síðasta þætti en ég meina þarna voru fyrirmennin, þau komu þarna og þessi bryggja hún lenti síðan undir fyllingum þegar var verið að byggja Reykjavíkurhöfn seinna fannst síðan innan gæsalappa fyrst sko þá var það aðeins 1967 þegar var að byggja á Tollhúsið og svo virtist bara menna alveg hafa gjörsamlega glemt henni svo fannst hún þegar var að byggja Hafnartorgið þá fannst mér alltaf eins og það væri svona einhver meiri áttar uppgötun að þessi steinbryggja væri það að því að ég minna en voru menn bara ekki að reyna að gleyma henni þar til að varð einhver pressa á að varðveita eitthvað í þessari sögu sem svolítið sorglegt sko að það skuli vera en allavegna virtist að koma mönnum á óvart allavegna svona opinberlega en hlutavenni var í þeim framkvæmdum sem að náttúrulega hafa verið á síðustu árum þá var hlutavennar grafið niður þannig að nú svona hola þarna í Pósthússtrætinu það sem þú sér svona menjar af gömlu bryggjunni já, menn getur svo bara lagt mat á það hvað finnst það en allavega þetta svona undir lok 19. aldar og svo komum við inn á 20. öldina og þá bara styrkist þetta enn frekar, þarna Norðdals íshúsið til dæmis komið sem var í rauninni sko, bara enn lengra bara inn á Hafnartorgi, við erum samt í rauninni ekki komið kannski beinlinis, og þó við erum þarna akkurat á mörkunum, við erum svona í rauninni þar sem að hvað ég var að segja þetta það sem að Tryggvagata svolítið að þetta svona
Hún að byrja að myndast þarna. Já, sko, hún kemur síðan í framhaldinu þegar við förum, sko, ef við sko, við erum að horfa inn að mynd úr Hafnarstræti frá 1902, 1924 og þarna sjáum við svona áhugaverða byggingar sem eru sem sagt Thomsens verslanirnar. Þarna sem sagt Hafnarstræti 18 og Hafnarstræti 16 sem eru Hafnarstræti 18, það nýbúið að gera þá byggingu. Þetta er mjög glæsilega, þetta er mjög merkileg bygging. Hún að mig minnir að hún reki aldur sinn alveg aftur á sem sagt fyrir aldamótin 1800, þannig að þetta er dálítið svona á sína sögu. Svo þetta skemmtilega hús sem kennt við Thomsens Magasín, var lengi síðan kennt við Hótel Heklu. Og það var sem sagt hús sem að Thomsen svona það var íbúðarhúsið hans og verslunin hans, og í gegnum svona gegnum áranarás þá sameinaði hann sem sagt verslunina og íbúðarhúsið, þannig að úr varð eitt hús með svona, það var þetta er 3 hæðir með svona brotnu þaki. Og það teygði sig frá Hafnarstræti og yfir á Lækjartorg, og þetta hús stendur bara þar sem Hafnarstræti 20 stendur sem er svarta húsið sem stendur við norðurenda Lækjartorgs, sem að flestum líkar ekki sérstaklega vel við. Sem að var svona strætómiðstöð. Já, sem var einu sinni fyrir strætó, og þetta stóð þar, og svo við hliðin á því þá stóð smjörhúsið sem var svona bara, og þetta myndaði mjög skemmtilega heild. Og svo komu þarna Hafnarstrætis megin, þá kom Símsenhúsið sem að var lengi, og það er húsið sem fór inn í Grófina, var flutt þangað, og það var flutt 2008 eitthvað, þannig að það er ekki talangt síðan það var tekið. Þannig að þarna á þessum tíma, svona þarna rétt eftir eða aldamóti 1900, þá er þarna bara orðið mikil líf og mikið að gerast, mikil verslun, og þetta er náttúrulega allt saman í nálægð við sjóinn, þannig að þetta er svona það eru mjög skemmtilega myndir. Mikill karakter í þessu. Og ekki síst bara því þú sér náttúrulega lífið þarna, karakter í húsunum, og þetta er náttúrulega svartkvít, þannig að maður áttu ekkert á ástandið þeirra alveg, en enga síðu þá svona, það er einhver stemning yfir þessu. Já, og svo sko ef maður hoppar aðeins lengra þá er þetta sko miðbærinn 1907-8, þannig að þetta er svona sama, og sko sér maður svona dröga því sem að seinna kom. Þarna er sko Útvegsbankinn, hann er búinn að byggja sem er sem sagt neðsti hlutinn í húsi Héraðsdóms við Lækjartorg. Já, þetta var í rauninni bara lágreist hlaðið hús. Já, það var bara einshæða hús sem var hlaðið, þess að á kjallara, og bara svona, bara skemmtilegt, og hliðin á því var Melsteðshúsi sem var var líka mjög skemmtilegt, var rifið þegar að Útvegsbankinn stækkaði við sig á 20. öldinni. Og svo var þetta hús hans Thomsen sem var sem Hótel Hekla, sem var bara tók bara mikið plás og var bara mjög einkennandi fyrir, gekk langt inn á Lækjartorg. Og svo kom smjörhúsið sem þar austan við, og þetta myndaði dálítið skemmtilegan ramma. Og svo þegar maður hélt ennþá lengra austur, þá tók Símsens húsi við, sem var byggt 1848 minnir mig, eitthvað slíkt, og þar fyrir aftan var síðan Norðdals íshúsið sem var byggt fyrir aldamót, og var gríðarlega mikið, það var Tryggvi Gunnarsson sem var bankastjóri og alþingismaður, og hafði ofboðslega mikil áhrif á mörg verkefni í Reykjavík á þessum tíma. Hann svona hafði frumkvæðið að byggja þetta, og þetta var mikil, þetta var mikil svona tækniframför þegar þetta hús var byggt, þetta íshús, því þá var þetta að fara svona huga því að kæla fisk og svona aðeins að það færi ekki allt saman beint í bara niðurfallið strax hjá manni, Þannig að þarna er komin þessi byggð sem er mjög áhugaverð, þetta er mjög heildstæð og skemmtileg, og ef maður skoðar auglýsingu frá Thomsens Magasín frá 1907, þá sér maður hvað hann hefur verið ofboðslega umsviða mikill. Hann er þarna með, þetta er
10 hús eða eitthvað sem hann með þarna sem eru sem sagt ná frá Lækjartorgi yfir í Hafnarstrætið og svo bakhúsin í Hafnarstræti og mikið umleikis sko og sum af þessum húsum standa enn, þau eru nú ekki mjög mörg samt en þetta svona sýnir svona stemninguna á þessum tíma. Svo gerist það að á þessum tíma þá er líka verið að tala um að það þurfa að fara að byggja höfn í Reykjavík. Það er alltaf búið að ræða það mikið svona á þessum tíma og árunum á undan svona þannig kringum aldamótin og það er menn ráðast í það árið 1913 og sem sagt þá er náttúrulega bara fyrir þann tíma þá eru húsin ekki húsin, heldur skipin heldur, að þau liggja bara þarna utan við sko, veist, Já, bara á svona ytri höfn. Já, svona á ytri höfn og það þarf að róa með mannskapinn í land, bara á árabátum og það er svona menn vilja fara að búa til eitthvað svona aðeins meira, þetta er svona fyrsta kannski skref í því að fara að reyna að gera Reykjavík að einhverju alvöru sko. Já. Og þessi höfn hún er sko, þetta er skrifaði hann Haraldur Sigurðsson skrifaði í bókinni Samfélag eftir máli, eitthvað þá leið að þessi ákvörðun að byggja Reykjavíkurhöfn þetta væri einhver mest sko stefnumarkandi ákvörðun sem hefur verið tekin í skipulagsmálum í Reykjavík. Okay. Þannig að þetta er gríðarlega mikil ákvörðun að hún sé byggð þarna það voru hugmyndir að byggja þá meira sko Skerjafjarðarmegin og þar en það var bara, þetta þótti henta svo vel þarna norður undan nesinu og menn hefðu náttúrulega bara verið þarna og bara skipalagi öldum saman þannig að þetta þótti henta vel og þess vegna var tekin ákvörðun það að Geturðu staðsett hana aðeins? Höfnina? Já. Sko höfnin, hún er rauninni, hún fer í rauninni frá Arnarhóli, getur rauninni sagt þar, fer síðan fyrir sem sagt, í rauninni bara í áttina að Kvosinni og út til vesturs og rauninni bara alveg út að ánanaustum sem að var sem sagt mjög verstarlega í byggðinni á þeim tíma, var rauninni bara alveg bara lengst út í sveit sko. Þannig að þetta er allur þessi sko það er allt þetta svæð en þetta er gríðarlega mikið þetta er rosalega mikil framkvæmd og menn byggja semst árið 1913 þá byrja menn að byggja semst Ingólfsgarð sem var kallað stundum batterísgarður og það er semst hafnagarðurinn sem er semst utan við Hörpu og svo byggja menn sko fara menn í Grandagarð sem semst var þá garðurinn frá landi út í Örfirisey og svo frá Örfirisey og út í sjó sem heitir Norðurgarður og þessi garðar þetta stendur allt saman sko, ennþá og þetta, þessi umgjörð var byggð á árunum 1913 til 17 og það er sagt að sko að þegar þeim framkvæmdum lýkur að þá hafi rauninni bara verið búin til umgjörð höfnina svo þurfti að fara að fylla upp í hana og þá svona sko þá verður nefnilega sko þá færa menn að fylla upp í sko Austurbakkann það er búið að fylla rauninni sko og fara í raunverulega landfyllingu það er raunverulega landfyllingur og þarna eru og við þess að gera hafna garða þá var eimreiðin og lestin og þetta er svona eina skipti sem að það tól hefur verið nýtt á Íslandi en það var sem þetta að flytja grjót úr Öskjuhlíð meðal annars í þessa hafnagarða og þetta er náttúrulega rosalega framkvæmd sko. en það er semst og í þessu þegar það þarf að byrja að fylla upp þá verður til það sem við getum kannski svona forveri miðbakkans sem er þá í rauninni norðan við Kvosina þannig að þar sem að bryggjurnar höfðu verið áður bryggjurkaupmanna, það var fyllt upp og svo er byrjað að fylla upp sem sagt að austamir, það sem í rauninni bara það sem að Harpa svolítið stendur núna sápartur, og það var kallað Kolabakki og það verður til Tryggvagata með þessum fyllingum, þá verður Tryggvagata til. En getum við sagt að á þessum tíma hafi þetta verið svona stærsta einstaka landfyllingaverkefnið sem að hafði sko
geigvænleg áhrif á legu borgarinnar og Ég held að það sé alveg örugglega hægt að fullyrða það. að því við höfum oft ímyndað okkur sko að seinna, við höfum gert þetta miklu seinna og kannski hægar en þetta gerist þarna í kringu þessa hafnagerð. Já, þetta gerist að sko að það er kort frá sem að Egill Hallgrímsson kennari minnir mig, hann tók sér til og bjóð til kort alveg frábært, hann bara með sínum eigin frumkvæði eiginmælingum þá teiknaði hann upp byggðina að tölvöld bara mikillega nákvæmni og þetta kort og að það lá síðan í dvala þetta kort alveg til, ég held að ég sé að fara rétt með að þegar að skipulagið 62 var samþykkt sem 1967 í aðdraganda þess þá hafi Reykjavíkurborg látið prenta þetta kort hans Egils frá 1920 og hafi boðið það til sölu og allavega var það til að það var alltaf mynd á veggnum í skrifstofunni hjá pappa og það var, ég fatt að löngu seinna að það væri þetta kort, ég skildi nú ekki til ég var að horfa, mínum yngri árum skildi ég nú ekkert hvað það var, en ég er búin að fatta það núna en það sýnir rauninni stöðu mála 1920 og þá er sem sagt búið að byggja það sem við getum kallað köllum það bara miðbakkann og það er farið að fylla býsna vel upp í Austurbakkann, Kolabakkann að því að 1918-21 þá verður sá bakki hann verður til að stóru leyti þannig að það verður til landfylling milli Faxagarðs sem að er rauninni hvernig lýsum maður því það hann er í Austurhöfninni og er sem sagt við erum með Ingólfsgarð utar og svo kemur Faxagarður, hann var innar og hann var byggður 25 en það er fyllt upp hann á milli og þetta verður aðstaða fyrir kólainnflutning og þannig er reistur kólakraninn árið 1926 og hann fer sérna tekin í virkni 27 meiri háttar mannvirki í hinu hinu reykvíska samfélagi og í rauninni ótrúlegt að mínum mati hvað honum hefur lítið verið haldið á lofti við hvað hann var fyrirferðar en hann harpan er komin í staðinn að einhverju leyti að einhverju leyti að því að hann var þarna við þar sem Faxagarður var þannig að hann er eiginlega aðeins innar og eins og ég segi, og var bara opbóðslega fyrirferðar mikill en við erum að fara að uppfyllingarna þarna á þessum stað, þær eru að eiga sér stað bara strax þarna bara mjög snemma á 20. öldinni það er síðan fyllt upp í allan Austurbakkann á árunni 1938-41 og þá er hann eiginlega bara komin þessi Austurbakki og þessi í rauninni bara lega eins og hún er í dag í svona langleiðina það var auðvitað bætt aðeins við en það sem er líka áhugavert þarna að við Ingólfsgarð er reist bryggja sem heitir Kolabryggja sem er fyrsta bryggjan sem að úthafsskip getur lagst stað í Reykjavík þannig að það er í fyrsta skipti árið 1915 sem hægt er að leggja skipi upp í land og náttúrulega það var náttúrulega mikil varða í sögu Reykjavíkur og svo náttúrulega verður hafnabakkin til náttúrulega þannig að það aukast tækifærið fyrir skipa, fyrir landlegu skipa en þetta er svona áhugavert og í skipulaginu sem er síðan gert 1927 sem er fyrsta skipulagið í Reykjavík og er skipulag innan hringbrautar það var þeirra það er hugsað þannig að öll byggðin hefur verið fyrir innan hringbraut og þess vegna heitir hringbraut af því að hún var hringbraut hún átti bara að ná í hringin í kringum borgina hún náði bara utan alla byggðina alveg frá í rauninni bara frá Ánanaustum og svo fer hún með fjörunni að vestanverðu og svo bara eins og hringbraut liggur bara þarna frá Jóðhellhúsinu og alla leið bara hér austur eftir og austur fyrir bara Landspítalann og svo niður það sem nú er Snorrabraut og svo átti að halda áfram með hana og koma þarna fara, það væri þá
gata meðfram ströndinni og hún átti að tengjast inn á það sem kallaðist Geirsgata við höfnina sem myndi tengjast sér yfir á Mýragötu og yfir á Ánars, þannig að sko að Geirsgatan, það bara svo áhugavert árið 1927 þá Geirsgatan komin á skipulag og þá náttúrulega bara gert ráð fyrir bara miklu meiri uppfyllingum því að Geirsgatan var það bara út í sjó sko eða var á höfninni sko. Og það sem svo skemmtilegt við þetta skipulag sem svona kennt við Guðjón Samúelsson og Guðmund Hannesson lækni og Guðjón Samúelsson var náttúrulega húsameistari ríkisins en það er bara allt inn í þessu sko. Það er bara allur pakkinn, það er allt frá bara íþróttamannvirkjum náttúrulega og svo náttúrulega bara byggðin og yfir í allar opinbera stofnanir, háskóla, leikhús Þannig að þarna borgin í rauninni skipulögð í heild og allt tengis saman, allt hugsað út frá bara hvernig þetta svæði að þróast. Já, og ef maður skoðar þetta að þá stórkostlegt niðurrif sem á þeirri byggð sem þarna því að þarna bara boðuð randbyggð það sé bara byggt upp við götu og það bara húsa lengur sem bara fylla og við erum með dæmi þetta, ég meina við erum með dæmi þessa randbyggð til þess að Grettisgötu, Njálsgötu við erum með vestur í bæ á Ljósvallagötunni og Stikku þá sjáum við svona ummerkið þetta og og þetta átti bara að gerast allstaðar Þarna var þétting byggðar algjörlega í botni sko. Í botni? Já, algjörlega og ég meina og lengi vel var þetta Ljósvallagatan og það svæði þetta var þéttasta byggðin í Reykjavík alveg bara fram á þessa öld sko. Það er ekki fyrir bara þessi nýrri þéttingaverkefni koma sem það tekur við í rauninni þannig að þéttingin var mikil og það er áhugavert að þeir setja sko austan við byggðina, austan við Hringbraut það sem Snorrabrautin núna kannski bara svona sirkabótar sem Austurbæjarbíó eða þarna, hvað heitir hann núna? Austurbær heitir Austurbær núna og í þessari Norðurmýri það er bara reiknað með lestarstöð þannig að menn ætla bara að fara með lest og hún átt að fara Suðurlandið að Þjórsá eða einhverju þannig. Já, og átti ekki að byggja austan við Snorrabraut. Nei, menn voru ætluðu bara að gera þetta svona. Já. Það sem að hissa var að þetta skipulag var sprungið 1930, það var samþykkt 28, endalega. 2 árum síðan. Já, þá var það sprungið og það menn sáði að þetta myndi aldrei ganga. Halda þessu þannig inni. Og ef maður svona horfir á þetta skipulag og horfið síðan á þá framkvæmdir sem eins og til dæmis Hafnatorg að þá rauninni bara undirstafan uppfyllingarnar fyrir Hafnatorg, þær bara að stóru leyti komnar sko. Á þessum tíma samkvæmt þessu plani Þannig að fyrir 90 árum má segja að grunnurinn hafi verið lagður að því Hafnatorgi sem við erum búin að byggja upp og Austurbakka eða Austurhöfn Já, þetta nefnilega og það svolítið, mér finnst þetta svo þetta er svona, já, hvað þetta hefur tekið langan tíma sko. Og þá veltum við fyrir sér sko ef við bara stökkum aðeins inn í svona þenn tíma sem við erum í dag hvort að við höfum einhvern veginn ekki verið meðvituð þessa sögu og þessa þróun þegar við fórum síðan að byggja það svæði upp. Nei, það er góð spurning. Manni finnst að ég ætla nú kannski erfitt að fullir að menn hafi ekki verið að en hafi eitthvað hort til, en mér finnst menn hafa allt og lítið hort í þetta og að því þetta svo stórmerkilegt sko. Við komum að því eftir smástund. Já, veist, og bara, veist, sko, Lækjartorg á þessari mynd þá Lækjartorg þetta fyrir 1925 þannig verið að reisa hús rammagerðarinnar sem við Hafnarstræti, stórt hús sem stendur náttúrulega og þetta ofsalega rauninni sko, þessi mynd hún einhvern veginn, mér finnst hún vera svo, hún endurspeglar þennan tíðaranda svo gríðarlega vel. Já. Þetta Reykjavík svona sem þetta svona, hún barnung það svona, ég meina það eru komnir þarna bílar, það að keyra kringum Lækjartorg við erum komið hótel við aðaltorgið
og við erum með svona dálítið þétta bara bæjarmynd, veist, og svo erum við með fjöllin og þetta allt saman í baksýn. Þetta laglegasti bær, Þetta er laglegasti bær. Út frá þessari mynd og miðað við líka bara hérna sjóinn og fjöllin í kring. Já, veist, og þetta svona, veist, þannig að þetta er svona, sko, mér finnst einhvern veginn þessi mynd, veist, við höfum getað unnið miklu meira. Þú hefði viljað nálgast þetta að einhver leiti inn á þessu svæði. Já, ég hefði viljað við höfum kannski hort eitthvað á söguna, en ég hefði viljað fara bara þarna og sjá, ég meina, akkur eigum við ekki þetta hús Hótel Heklu í einhverju mynd, ég er ekki að segja að við þurfum að endurbyggja það nákvæmlega svona, en akkur eigum við ekki svona hús, veist, á Stykkishólmi til svona hús, en við Reykvíkingar eigum ekki, þó að þetta hafi verið bara dóminerandi í bæjarmyndinni í marg ár. Þetta var rifið 1961 af því að það þurfti að stækka meðal annars sko Lækjartorg. Það væri þálítið gaman að setja einhvern veginn í samhengi og leika sér með að setja hörpuna þarna inn núna og jafnvel svona að sjá einhvern meira jafnvægi. Hvernig hefur þið getað blandað þessu nýja og þessu gamla saman? En þess að ekkert okkar að biðja held ég að við hefðum farið og endurgert þetta svæði með nákvæmlega sama hætti, en kannski vantar okkur einhverja tengingu við það. Sko, já, það er nefnilega svo, sko, það finnst mér svo algengt í skipulagsmálum, það er svo sem ekki þetta er svo sem bara allstaðar í heiminum, að við höfum svo mikið tilhneigingu til að vilja rjúfa samfelluna, þessa sögu og menningarlegu samfellu. Maður hefur kannski að vissuleita ákveðna samúð sko fyrir því að það sé gert þegar menn eru búin að vera að hírast í einhverjum kofum og vera veikir og blautir í lappirnar og allt þetta, að þú vilji gera svolítið drastískar breytingar. Maður hefur sama, og þá er ég að vísa bara til þess sem að var að gerast í miðja 20. öldina. Og það get ímyndum líka, menn voru að fara meira ellendis, sjá og upplifa borgir og allt aðrar aðstæður og vilja einhvern veginn hraða framtíðinni hér. Já, og aftur sko, maður getur haft ákveðna samúð með því. Á hinn bóginn sko, þá finnst mér einhvern veginn að núna erum við komin miklu lengra og við vitum miklu meira, við kunnum meira, við eigum okkur náttúrulega lengri sögu, veist. Núna er það, sko, ég meina tíminn frá 1950 til 2026, það er komið, nú vitum við hvernig hann var. Við vitum hvað virkar fyrir fólk, veist, og við vitum miklu meira samspil fólks og umhverfis, og við vitum það að svona byggð, svona gömul byggð sem á sér sögu, á sér rætur, endurspeglar eitthvað liðið, en ég getur alveg verið tákmynd fyrir framfarir, að það virkar. Það dregur að. Fólk hefur áhuga á þessu, það vill vera þarna. Og er það ekki akkúrat kannski það sem að Hafnatorgi glími við, það vill enginn vera þar. Árið 1946, þá er henni búið að fylla upp í allan Austurbakkann, alveg rauninni bara frá Ingólfsgarði og alveg inn að bara miðbakkanum. Ótrúlega hvað borgin hefur breyst þarna á 40 árum frá aldamótum og fram til þess tíma. Alveg gríðarlega mikið. Og þannig þetta svæði, þannig bara Kolinn, og svo komin þarna Askáli, Eimskipafélagsins, vöruflutningar, og það bara bókstaflega allt í gangi á Austurbakkanum, sko. Það bara allt á fullu, sko. Rosalega mikið mannlíf, og þetta náttúrulega tengist þarna beint síðan inn í náttúrulega Verslun og Lækjartorg og allt það, og það bara mikið að vera. Og svo bara hérna, veistu, önnur mynd 1960, þá sjáum við aftur, þarna Tryggvagatan bara komin á full swing. Ég meina þarna erum við komin með hérna náttúrulega Eimskipafélagshúsið, það var byggt rétt eftir 1920 og hérna og svona var þá svona fulltrúi svona stærri bygginga. Það var náttúrulega Nathan Olsen voru búin að byggja þarna við Austurstræti og Pósthússtræti þar sem Reykjavíkur apótek var og hérna sem apótekið er núna veitingahúsið. Það var byggt nokkru áður. Þannig að sko skalinn, hann allur farin að stækka í húsunum, sko. En þarna sér maður líka sko að þetta fjölbreytta atvinnulíf breytir öllu. Það í rauninni smittar út frá sér og skapar svona þetta mannlíf og þessa stemningu. Akkurat. Þannig að er ekki einhvern veginn lógískt að
borgin kannski ekki eins lifandi vegna þess að hún bara hefur breyst að einhverju Jú, það er alveg lógískt vegna þess að þarna náttúrulega ég meina við erum með vöruflutninga, við erum með náttúrulega fiski, bara sjávarútveginn, við erum með verslunina, veist, þetta allt annað og svo náttúrulega stjórnsýslan, hún þarna niðri líka, veist, á þessum samanbreið, það allt annað á þessum stöðum og veist, og svo bara eru fyrirtækin náttúrulega bara, ég meina eins og bara alls konar fyrirtæki sem eru náttúrulega bara eru þarna með sína starfsemi og þetta bara alvöru business sem að þarna og enda sér maður það líka bara þegar maður horfir á þessar gamlu myndir að það bara allt á fullu sko. Árið 1993 þá Geirsgatan lögð og þetta Geirsgatan svona ákveðið vandræða barn í þessu öllu saman, veist hvernig að því hún náttúrulega að kljúfa höfnina frá miðbænum og árið 1999 þá lítur þetta semst orðið svona út sko. Þarna SO búin að flytja yfir, rampurinn kominn og þetta sem áður var í rauninni bara blómleg byggð, getum orðað sem þannig, bara orðið eitt bílastæði og fyrir strætó. Þetta var stoppistöð strætó. Maður sér það einhvern veginn að það sko falleg náttúruleg þróun alveg fram til þarna 1970 og eitthvað. Já. Og þá breytist þetta starfsemi og þá fara menn einhvern veginn í svona, hvað ég að segja, þvingaðar aðgerðir til að leysa eins og með bílinn og það eins og að týnist allt framtíðarskipulag svæðisins. Það svolítið þannig. Það eins og það sko einhvern veginn menn bara ég veit ekki hvort maður geti kallað bara jafnvel örvæntingu sko. Þetta einhvern veginn bara við verðum einhvern veginn að gera eitthvað sko. Veist, og það hefur þarna bara náttúrulega Austurhöfnin sem vöruflutningahöfn, þetta náttúrulega bara, hún bara horfin, ég meina Hafskip var með aðstöðu þarna á 9. áratugnum, svo fara þeir á hausinn og þá bara fer í rauninni, Eimskip var þá komið inn í Sundahöfn, mikið leit til og þá einhvern veginn bara hvað hefur að gera við þetta og þannig fara svona að fæðast hugmyndir einmitt tónlistar og ráðstefnuhús veist, á 10. áratugnum og hótel veist, þetta þrennt alltaf hengt saman það hangið saman sem eitthvað svona og kannski einhver gulrót í því að það myndi skapa mannlíf sem að bærinn þurfti já, akkurat og veist, að það myndi svona gefa sér ákveðna vigtum, gefa sér nýtt hlutverk myndi draga að en þá sko þarf líka að hugsa hvar setjum við þarna við höfnina og það var nú svona frekar fljótlega sem að það var svona ákveðið að setja þarna út við Ingólfsgarð og þar síðan farið í hugmyndasamkeppni árið 2001 og þá þetta hugmyndin sem vinnur veist, að binda þetta saman í eitt komponent hótelið og ráðstefnuhúsið og tónlistarhúsið og það verður til eitthvað koncept sem heitir sko THR eða TRH tónlistar og ráðstefnuhús og hótel já. Og þarna byrjar umræðan það hvað gerum við hvernig tengjum við þetta við miðbæinn og og úrverður í þessu samhengi verður einhvers konar hugmyndasamkeppni það að það þurfi sko rauninni bara að taka höfnina bara alla Reykjavíkurhöfn til gagngerrar endurskoðunar varðandi þéttingu byggðar og bara svona virkilega sko að lyfta þessu upp á næsta level og við sjáum bara hérna á þessari mynd hvað mikið, hvað gert ráð fyrir miklu, það verið að gjöra það rauninni bara getur sagt að bara verið að leggja höfnina af, allavega hérna Austurhöfnina og það komi bara byggð í staðinn. En þetta ekki einhvers konar, þetta desperasjón eða þetta náttúrulega þróun sem átt sér stað í öðrum borgum erlendis, það var nákvæmlega sama sem gerðist og þeim að breytt þá í svona meira svona svæði, menningarsvæði einhver leyti? Sko kannski að vissuleiti desperasjón en líka bara svona inspirasjón sko. Veist að mann sjá fyrir sig, við getum kannski bara gert eins og að vera að gera erlendis og vísa til en í öllum þessum atgangi að þá kannski gleymist þetta svæði á sér sögu sko. Það einhver menning hérna og það einhvern veginn bara svona hlaupið yfir hana og bara við þurfum bara
búið til eitthvað geggjað. Þetta verður til og þetta eins og ég sagði, þetta teygir sig alveg yfir í Vesturhöfnina líka. Þetta verður síðan innlegg inn í hugmyndasamkeppnina fyrir svæðið sem sagt fyrir Austurhöfnina þegar farið að horfa á tónlistar- og ráðstefnuhús og hótel saman og allan pakkan Veist, það þarf að tengja þetta einhvern veginn saman þessa komponenta miðborgina og tónlistarhúsið og við þurfum að búa til einhverja göngugötu og það þarf að vera verslun, það þarf að vera þjónusta, það þarf að vera íbúður á efri hæðum og þannig erum við komið með kunnulegt stef. Og við erum hérna árið 2004, við erum dálítið að komast á þann stað að við Íslendingar erum briljant, við erum ábúðslega sniðu og klár og mikil fjármálaspekulantar. Þannig að það kemur þessi hugmyndu það að gera þetta fjármála miðstöð í norðri eða hvað átt að vera, bara á borð við Singapúr eða hvað það var Og upp úr þessu kemur síðan sem sagt þessi tillaga Portus Group árið 2005 að Hafnartorgi sem sagt ásamt tónlistar- og ráðstefnuhúsi því að þetta átti sem sagt að vera einn pakki og þetta átti að vera einkaframkvæmd og það átti að vera sem sagt sami aðili átti að byggja upp allt þetta dæmi og þannig svona leitið út og þannig bara gert ráð fyrir því að göngugatan fari undir Geirsgötuna og liggi þarna að Hörpu veist. Þannig að þarna var alveg hugsuð samfella frá Lækjartorgi og yfir til Hörpu yfir í Hörpu þarna hugsuð samfella og menn sjá fyrir sér að þarna sé komið eitthvað sem að gæti virkað og bara þetta virka bara víða annars staðar og þarna kemur auðvitað hugmyndina þessu Hafnartorgi sem síðar varð og svo koma bara hérna þetta eru tillögurnar sem eru sem sagt, í þessari samkeppni og það er efsta sem sagt tillagan þarna frá Portus sem að sigrar og svo eru aðrar þarna frá Klasa minni mig að hafa verið númer 2 það er svona eins og skip og svo var önnur þarna eitthvað þriðja eins og að kalla þriðja tillagan sem að var hópur undir stjórn Hjörleifs Stefánssonar sem að gerði þetta búið til svona einhverja svona ævintýra stemningu þarna það er gert deiliskipulag af þessu og þetta deiliskipulag er gert þannig að það er unnið afturvirkt semst yfirleitt á byrjuð til deiliskipulag og svo hannaru byggingar og hvernig það en þannig að byggingarnar koma eftir skipulaginu en í þessu tilviki þá var skipulagið hannað utanum byggingarnar Þannig að þeir sem að unnu tillöguna þeir fengu bara stýra þessu og skipulagið kom svo svo er það bara sniðið af því þannig að þetta var fyrsta skipulagið að þessum reit og með það í farteskinu þá ráðast menn bara í að byggja og þetta bara við bara í janúar 2007 og það er verið að leggja grunninn að Hörpu og þá bara er ástandið svona í miðbæ Reykjavíkur og þetta er svona, ég meina þannig verið að taka til hendinni og þetta er nú svo sem ekki beint glæsilegt, það er búið að rífa Faxaskála þarna lengst til hægri á myndinni og þá bara eftir að rífa bensínstöðin og rampinn og þarna er umbyltingin að fara eiga sér stað svona lítur svo tillögurnar út, þetta er Harpa tónlistar ráðstefnuhússins reyndar hét ekki Harpa á þeim tíma en fekk það síðar og hérna 2011 þá er þetta hús risið þá er náttúrulega mikið búið að ganga á það er eitt efnahagur búin að eiga sér stað Portus er dottið út sem sagt einkaaðili og Austurhöfn bara ríki og borg eru bara búin að taka við þessum pakka og kláraði, það voru þarna náttúrulega hugmyndir það hvort að það ætti bara hreinlega að rífa grunninn af Hörpa því þetta stoppaði allt í miðju þarna 2008 þá stoppuðu framkvæmdirnar og þá var spurningin á að halda áfram eða á bara að rífa þetta og gleyma þessu bara en þá var haldið áfram og svo bara nokkrum árum seinna sérst árið 2013 þá fara að koma fyrstu hugmyndir að Hafnartorgi einhvers konar tengingu við hérna og þá sjáum við það að þetta eru ansi veglegar byggingar þarna og býsna háreistar og skipulagin er breytt
og þá lítur þetta svona út og hérna þetta farið að verða svona að taka á sig þá mynd sem að við þekkjum einhverju leyti. Þarna var fallið frá þeirri hugmynd í fyrsta skipti að Geirsgata yrði ekki hraðbraut í gegnum höfnina, heldur sem sagt sett gatnamót og þetta verði borgargata. En hún sem sagt var þá búin að vera næstu því 85 ár sem hraðbraut. Þannig að þetta þá orðið svona og svo bara fer Hafnatorgið að rísa. Þetta fyrstu hugmyndina 2015 og svo þessi 2016 sem við þekkjum og þarna fara menn svona velta fyrir sig með hæðina því að þarna komið skipulag, aðalskipulag fyrir Reykjavík sem var farið að segja, við eigum að taka mið af hæð bygginga, við eigum að taka mið af staðaranda, við eigum að taka tillit til þess sem fyrir og mönnum þóttunum kannski ekki þetta endilega hafa mikla skírskotun í það. Þannig að það var rætt, það var líka rætt byggingamagnnið, það væri nú orðið, mann var nú farið að bregða svolítið í brún með það. 4 Egilshallir kæmust fyrir á þessu landi. Já, mér minnir, þetta haft held ég eftir, ég held þetta Björn Barnason sem segir þetta. En þannig að þetta orðið gríðalegt magn og þetta miklu meira heldur en menn áttuðu sig á greinilega sumir hverjir, sko. Og svo bara þetta, okkur bara lofa þessu og það hafi ekkit svo sem neitt sérstaklega verið svikið, þannig að. Sko, ef mann getur allra sanngirni, þá getur maður sagt að Hafnarstræti hafi hefnast vel. Já. Og Harpan tónlistarhúsið, ég held að við séum öll orðin bara frekar sátt við það. Já, ég held það líka. Það eru þessi veikleikar hann á milli. Já. Í fyrsta lagi við leystum aldrei þetta með Geirsgötuna almennilega, tenginguna yfir í Hörpuna og í gegnum þetta svæði og kannski getum við sagt að þetta séu of klossað umhverfi til þess að gefa hlýleikan. Hefði meiri samfella í svona og tenging við söguna, hefði það breytt öllu fyrir þetta svæði? Ég held það nefnilega. Ég held að það hefði, ef við hefðum stigið það skref að tengja meira við söguna og við hefðum sko með Geirsgötuna, við lendum í því einhvern veginn að það bara svona, maður hefur ekki tíma, hún bara svona endaði einhvern veginn vegna þess að fyrir hrunið, þarna sáum við áðan, þá sáum við myndir það sem við vorum að ganga undir. Það voru konar hugmyndir fyrir efnahagshrunið að setja þetta bara í stokk. Já. Það voru hugmyndir að færa þetta út fyrir höfnina. Og meira þess að setja brú yfir, þannig að við getum gengið undir. Já, bara alls konar. Og einhvern veginn þá endar hún samt bara eins og hún endaði. Bara einhvern veginn í svona einföldustu lausninni og hún auðvitað mikil hindrun. Þessi gata, sko. Þannig að svona við hefðum þurft að gera þetta. Maður hugsaði á stundum í svona tilfelli að því við höfum talað hvernig þetta hefur þróast bara á náttúrulegan hátt. Já. Hvernig við förum einhvern veginn, við förum í einhver átt vegna birtu og vegna sjávar og annað í þeim túr. Ef við hefðum einhvern veginn fengið að þróa okkur inn á þetta svæði þá hefðum við viljað hafa meira svona flæði út af Hörpunni frá Lækjartorginu og Tjörninni nánast. Já, ég held að maður hefði kosið að fá heildstæðari mynd, að það hefði verið hvernig sem henni hefur leyst Geirsgötuna per se, en bara það að byggðin hefði getað hangið betur saman. Jafnvel þó að Geirsgatan væri eins og hún væri. Að ef við hefðum tekið einhvern svona pól í hæðina og ástæði fyrir því að setja þetta í svona 2 myndir. Það er annars vegar bara að hafa þetta allt appelsínugult til þess að vera ekki að segja hvernig stíllinn endilega, sko. Og svo getur maður kannski bara svona aðeins tekið það lengra bara til skemmtunar. Þetta auðvitað bara ein hugmynd sem unnið með hjálp gervigreindar, skilur. En þessi stemning einhvern veginn, húsin hefðu alveg mátt vera mögulega stærri svolítið, en bara þau hefðu borið einhver einkenni, þau hefðu fyllt einhverju mælikvarða, hefðu haft einhverja vísun í söguna. Í staðinn þá erum við svolítið, þá tökum við
sko tollhúsið að rísa 1900, kringu 1900, rétt fyrir 1970. Við erum svolítið að taka það, og Hafnarhúsið, sem reist nokkrum áratugum fyrr. En við erum að taka sko þau hús og við erum að gera þau að einhverju fyrirmynd sem ég hefði sko miklu frekar kosið að við höfum látið þau bara vera þá, láta þau bara standa þessu þeir eru og tekið þetta niður og farið meira í Kvossina eins og hún var, í Hafnarstrætið eins og það var. Hafandi sagt það, auðvitað mætti stækkað hús svolítið, skilja. En sko að Harpan njóti sín sem slík á móti í kontrast við einhverja mýkri byggingar og eitthvað kannski gróðursælla svæði eða svæði þar sem að þú átt einhvern veginn erindi jafnvel hjólandagangandi án þess að það sé brotið upp að þessum tungu götum. Já, og það er akkurat það sem einhvern veginn er svo að maður hefði viljað sjá það, þessi reykvísku einkenni, og mér finnst það kannski bera svolítið vott kannski svona pínu, ég veit ekki hvort það sé kjarkleysi eða hvort það sé einhver svona hvort við skömmumst okkar eitthvað fyrir þetta eða eitthvað, ég veit það ekki. Eða fjárhagsleg sjónarmið. Eða einfaldlega bara fjárhagsleg sjónarmið, sem kannski, ég veit það ekki, kannski er það bara, ég minn þetta er náttúrulega, það er krafum það náttúrulega, það þarf að vera bílastæði, það þarf að grafa þetta allt niður, og það kostar. Ok, og svo náttúrulega eru þetta dýrar lóðir og það þarf að byggja upp, þannig að kannski bara, er þetta bara eitthvað Excel-dæmi, sko. En samt alltaf einhverja forsendur sem að maður gefur sér, þurft að selja þetta allt í botn, hæsta verði, bara sem dæmi. Það hefði verið að lækka verði til að liðra fyrir svona. Ef þú gefur Hafnartorginu og þessu svæði einhvern? Þetta bara þristur, sko. Þetta fær 3. Já, þetta er svo kalt. Þetta er svo óaðlaðandi og það eru kannanir, sem hafa verið að skoða þetta. Og það bara gögnin sýna það. Við viljum ekki dvelja á Hafnartorgi. Við förmatnum, þetta er gegnumstreymisvæði, það er ekkert við að vera á Hafnartorgi. Og maður velti fyrir sér, sko, hvað þarf til að Hafnartorg geti orðið að því, þetta átti að vera hjarta borgar. Ef við förum, ef við hugsaum, ok, hvernig getum við blásið líf í þetta? Og ég hef mikið pælt í því og ég er bara, mín niðurstaða bara svo, þetta er bara, sko, þú verður eiginlega bara að byggja yfir það. Þú verður bara að byggja yfir þessar götur. Þú setja þá bara einhvers konar glerbyggingu yfir. Og þá áttu fann að tala bara nánast að þetta verði svona eins og bara upphittað svæði. Já, það er allan undir þaki. Og við breytum þessu bara í svona inn í útirými, sko. Og ég heldur að við eigum að gera það bara, vera svolítið duglegri í því hér á Íslandi, sko. Að við erum með þennan streng, þennan vindstreng, við erum með þetta byljótta veður oft á tíðum. Við erum síðan í ofanálag á þessum stað með skugga, sem nú eitthvað sem við þurfum ekki sérstaklega mikið á að halda. Og þegar við erum komið með vindgöng, við erum komið með skugga, við erum komið með langar húsliðar sem eru eintóna, það er lítið að gerast á þessu svæði, þá er þetta eiginlega uppskriftin af einhverju götulífi sem er bara algjörlega á núllpunkti. Þannig að mér finnst ekki spurning að við þurfum virkilega að hugsa, að því það getur ekki verið hagur neins að þetta svæði sé dautt. Og við getum ekki einhvern veginn afgreitt það eins og mér hefur fundist, eða ef ekki fundist það var bara einfaldlega afgreitt þannig af Reykjavíkurborg þegar að niðurstaðan var komin að þetta væri ekki aðlaðandi, að þetta hefði aldrei átt að vera annað en gegnumstreymisvæði. Það finnst mér vera mjög ódýr lausn á þessu, því af hverju ætti þetta bara að vera gegnumstreymisvæði? Þetta er hjarta borgarinnar. Þetta er staðurinn þar sem við erum búin að vera að ræða þetta hérna var aðtæknaði, hérna var mikið líf. Það er engin ástæða til að gera þetta einhverju bara
að bara einhverju að strípa þetta niður hvað mannlíf varðar, það er engin ástæða til þess. Og við getum líka velt okkur fyrir okkur, sko, það þegar þú kemur síðan út úr hafnar, út úr, þetta er ekki Kolagata, þegar þú lappar fram hjá Edison hóteli og þú lappar yfir í Hörpu, þetta er svona 100 metrar, hvað er verið að bjóða upp á þar? Á milli Hörpunar og Edison hótels. Já, jú, það er boðið upp á malbikað plan, einhverju stjætt, einhvern grasbala sem er tiltölulega óhrjálegur, það er rok, bara svona ískaldur norðanvindur, oft svona, ég meina að því að harpa magnar upp vindinn, ég meina bara vegna stærðar sinnar. Hvað er verið að bjóða upp á þegar þú ætlar að reyna að mynda þessa tengingu, þegar þú ert að bjóða upp á þetta? Af hverju taka mann ekki fullt og alvöru skref í því að tengja þá Hafnatorgið við Hörpu með einhverjum bara glæsilegum hætti? Hefur komið að innganginum á Edison hótelinu. Það er aðskoti fallegt, þeir eru með svona raunsteina og þeir eru með gróður og annað og þeir leggja það á sig að vera með svona aðlaðandi innkomu og þá hugsa með sér ættu svona, hérna þetta með myndir til dæmis að sína aðra aðkomu að svæðinu. Já, ég meina, sko, aftur með hjálp gervigreindar, þá stillir maður upp einhverjum forsendum og segir, þegar við komum fram hjá Edison hótelinu, sem á að vera hótel þessa ráðstefnuhús, tónlistar ráðstefnuhús og var mikilvægur partur af allri þróun og hefur verið mótandi í allri þróun þessa svæðis. Eigum við þá ekki að tengja þetta með svona bara þokkalega svona virðingaverðum hætti og ég meina hvort sem að fólki líkar þessi tillega eða ekki, það er annað mál sko, en þetta er bara til að gefa inspirasjónuna, hvað við ættum að gera og hvað við þyrftum að gera, því að Harpan er glæsileg og mér finnst hún verðskulda, sko persónulega finnst hún verðskulda meira og betra heldur en þessi plön sem eru þarna í kring sem að ég er bara ekki alveg að tengja við. Ok, þú gefur þessu skipulagi 3 einkunn, en er ekki bara komið tími til að henda í hugmyndasamkeppni þessi svæði, hvernig getum við bættu? Jú, ég meina, það er fullt til af skapandi og sniðu og skemmtilegu fólki sem getur fundið út úr svona, veist. Það sem ég er að leggja hérna fram, veist, þetta er bara, já, eins og sé, þetta er gerð. Við erum hálfnuð. Við getum sagt allavega að við rífum ekkert af þessum húsum, þannig að nú þurfum við bara að vinna með það að gera þetta bærilegt, hvort sem við byggjum yfir eða með gróðri eða einhver slíkur. Já, við þurfum að gera það vegna þess að sko, þetta er komið til að vera og við getum ekki endalaust verið að ræða það hvað þetta sé mislukkað og hræðilegt. Já. Við þurfum bara að hugsa, ok, þetta er komið. Ok, hvað gerum við núna? Góð lokaorð. Takk.